Kæru vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í Opinberunarbókinni. Nú erum við komin í kafla 3. Að fara yfir söfnuðina 7. Og í kafla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðum þá. Og búin að fara yfir Smyrnu og Pergamos og Þýratíru og Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem hefur gengið á í kirkjunni. Og nú erum við komin að söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætlum að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geyma Laodíkíu fram á næsta hvíldardag, býst ég við. Þetta er mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í 3. kafla að engli safnaðarins í Sardes skalt þú rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda Guðs og stjörnurnar 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg, og þekkt fyrir auð sinn og prýði, falleg borg. Hún hafði á sínum tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Komin til varnar. Hún sat á hæðið upp á fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt hafði verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var skorts á árvekni. Nú Sardes var helguð tilbeiðslu móður gyðjunnar Cybele og engin musteri stýrkandi mátti nálgast musteri guðanna með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokölluðu guði. Og tilbeiðslan í þessum musterum á þessum tíma helgaðist helst af svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðum sem haldin voru til heiðurs Díónísos og það stóð iðulega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristinna manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstengilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímyndað okkur. Það sem allt hneigist í átt að heiðni. Er það þá ekki undravert að þessi fáu meðlimir kirkjunar í Sardes voru ekki með öllu gleyptir inn í þessa fölsku dýrkun, skurgoðadýrkun. Og svo gerist það að Kýrus frá Persíu ræðst á ríkið og Sardes hann upp á hæð og það er ekki auðvelt að komast þangað upp. Og Kýrus hann segir við hermenn sína, ef þú finnur leið þangað upp skal ég gefa þér verðlaun. Og einn af hermannunum hans horfði upp að kvöldi til og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp. Og hann sér að einn af hermönnunum hann uppi, hann er sofandi. Og þegar hann er sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður. Og dettur að höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna. Og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann er sofandi og hann kallar á persneska herinn og þeir ráðast á borgina. Og í dag þá er Sardes aðeins rústir einar. Staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þau farið fram og er núna allt niðurbrotið. Og í dag þá vext þarna aðeins illgresi þessu stað. En það er fátækt tyrknesþorp þarna og sauðfé og beiti í rústunum. Og í rústum þessara miklu mustera. Að sofna á verði og þegar óvinnurinn er nærri, það leiddi til hörmunga.
Og þetta tala til okkar í dag, tala málamiðlanir í lífi okkar sem leiðir til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðinu. En skoðum hvað við getum lært af þessum söfniði Sardes, vers 3:1. Þetta segir sá sem hefur þó 7 anda Guðs. Hverjir eru 7 andar Guðs? Það er hinn fullkomna þjónusta heilags anda eins og við lásum og skoðum svo vel í 1. kafla. Við fórum yfir hann. Þetta er bara heilagur andi, allar hans 7 þjónustur sem hann sinnir fyrir okkur. Stjörnuna 7, það sáum við líka í 1. kafla, söfnuðurinn 7 sem við verum að lesa í dag. Og hann segir, þekki verki þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Og í raun orðið sem hér er þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr. Svo það segir að ég þekki í verki þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi. En þú ert í raun dauður söfnuður. Með öðrum orðum, Sardes, þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika, en Sardes, þú hefur orðið fyrir árás. Þú ert í raun aðeins rústir einar. Þú ert í raun dáin. Og það sem þetta er að segja okkur er að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til, getur haft form trúarbragða, þú getur haft ytra skart trúarbragða, þú lítur vel út að utan, en gætir verið andlega dauður og innan. Og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni? Hvað er þetta að gera? Kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir, þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798, það er stutt í samanburði við söfnin sem var þarna áður. Og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast, kirkjan stækkaði, kirkjan hefði miklar byggingar, og kirkjan, þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis, eins og við höfum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan, kaþólska kirkjan á þessu tímabili. Þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykelsinn og lituðu glerin í gluggunum, og á þessu tímabili þá lifirðu bara nafninu til, en þú ert í raun dáin, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verki þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði mín. Þannig að Guð er að segja við söfnuðinn í Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika Biblíunnar. Hvað gerir þú þegar að trú þinn er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgu sinnum í Biblíunni segir Jesú, vakið og biðið, vakið og biðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesú aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn og gleðjast í orðið þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og takk eftir að það segir styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandræðum? Hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Það eru erfiðleikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífið. Styrkja það sem eftir er. Það sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. Það takk eftir því hvað ritningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör iðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur. Er það ekki endurkoma Krists?
Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varðandi þetta og þá það auðvitað Matteus 24 sem kemur upp í þessu samhengi. Stór kafli varðandi endurkomu Jesú Krists. Það segir í 24:42, vakið því þér vitið í hvað dag drottinn yðar kemur. Nákvæmlega sama orðalag þarna. Alveg eins og við höfum í Ápnbörnum 3. Og svo segir að það skilji þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Það er mikil áhersla á að Kristi kemur sem þjófur. Það fylgstu með og vertu tilbúin og vertu vakandi. Og við finnum líka svipaðan texta í fyrra Þessalóníkubréfi 5. kafla sem myndlíkingu að Jesú kemur sem þjófur óvænt á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn á kafi því að græða peninga og veraldlegri guðlegri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalóníkubréfi 5:1 en tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað, þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu, þannig að við læsum hurðunum, gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. Og svo hvað gerist? Þjóðir smíða fleiri vopn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja vernda okkur. Þannig að þegar það segir friður og engin hætta, vill heimurinn ekki öryggi, sjálfsögðu. En það í raun eina öryggið sem mun gefast okkur, það þegar Jesú Kristur, friðarhöfðinginn, kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalóníkubréfi að þá segir þar, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast, en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til í myrkrinu, við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir, heldur vökum og verum algáðir. Sjáu þetta, vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúarbragða, en ákallið til Sardes var vakið og verið tilbúin, því að Jesús segir, einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærulaus með trú sína. En ef við sittum á girðingunni og erum ekki full í því að helgast Kristi, þá þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín að taka ákvörðun að fylgja Jesú Kristi af heilum. Við höldum áfram hér. Öll þessi skilaboð til safnaðanna tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúarbragða yfir í djúpa reynslu með Jesú og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu hér í versi 4. Þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa saurgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáein nöfn. Í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana samsteypa. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem áður þarna nokkru sem hafa ekki saurgað klæði sín, segir.
og Martin Luther negldi sínar 95 greinar á vegginn í Wittenberg árið 1517 og hann segir: við erum hólpnir af náð fyrir trú. Og svo það Calvin og John Wesley sem rísa upp. Það eru miklar trúboðshreyfingar sem eiga sér stað. Svo jafnvel á þessum tíma Sardes, þá eru nokkur nöfn. Það eru leifar í Sardes. Og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunnar. John Hus sagði: hugur minn er bundinn af orði Guðs, og Luther sagði: hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákall til fólks Guðs. Og við lesum það í Opinberunarbókinni 12:17 að það segir að þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra aðkomendur hennar. Þá er varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Og hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum. Kemur þeim á óvart sem var á kafi í veraldlegri, guðleysri menningu. Og svo segir hér: sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. Klæði réttlætis Jesú Krist, hrein réttlátt klæði Krist. Við komum með syndar sörguð klæði okkar, en við komum í nafni Jesú í réttlæti Krist, hölin í hans réttlæti. Við komum til Jesú eins og við erum, við höldum okkur ekki eins og við erum áfram. Hann umbreytir okkur. Réttlæti Jesú, fagnaðarerindi Krist, frelsar okkur frá refsingu syndar og mætti syndarinnar, frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir: nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. En það er ekki bara það er ekki bara þessi boðskapur í Biblíunni. Það segir líka: synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli, því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá er ekki lengur að brjóta lögmálið, heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek til að sigrast á synd. Nú takk eftir því sem segir þarna í versunum þarna í Opinberunarbókinni 3. kafla: sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu varandi einu sinni hólpin, alltaf hólpin, eins og margir kenna. Eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin af náð fyrir Krist getur aldrei glatað því. Er það raunveruleikinn? Er það sem að textin er að segja? Að það getur því sem stendur hér: eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Hvernig kemst maður nafn hans í bók lífsins? Og það er með því að taka við Kristi. Og það er ekkert nafn allra í bók lífsins samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það er hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það er ekkert sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblían kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krists get ég nota til að snúa mig frá Kristi. Og þegar ég kem til Krists tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samviskufrelsið.
Þannig að sama valið og leiðir mig til Krists get ég notað hvenær sem til að fara frá honum. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krists. Sjá hér í 1. Korinthubréfi 15:1. Ég minni yður bræður á fagnaðarerindi það sem ég boðaði yður. Þannig að fagnaðarerindi það hafi verið boðað þeim, greinilega. Sem þér og veittuð viðtöku. Þannig að þeir tóku við þessu fagnaðarerindi. Og þér einnig standið stöðugir í. Svo við getum gert ráð fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð og tekið við Kristi. En takið svo eftir hér. Fyrir það verðið þér og hólpnir ef þér haldið fast við orðið, fagnaðarerindið, sem ég boðaði þér og hafið ekki ófyrirsynju trúna tekið. En að textin svo skýr að við getum ekki misskilið það að við séum hólpin, ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krists, heldur erum við hólpin vegna þess að á hverjum degi tökum við ákvörðun að fylgja Jesú. Hverjum degi erum við eitt með honum. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefi okkur ef við gerum einhver mistök. Því eins og við sjáum hér í 1. Jónasarbréfi 1:9 þar sem segir: ef við játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilífu hólpin ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna honum. Við gætum gert einhver mistök en í hjarta okkar veljum við að þjóna honum. Við hjarta okkar þegar okkur mistókst og gerum mistök og komumst við til iðrunar og við biðjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum af söfnuðinum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til að vera andlega dauð, heldur kalla Guð okkur til að hafa ósvikna kristni með því að vaka og biðja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifum hans, þeim sem eru honum trúir. Og fyrir náð Krists erum við hlýðin honum með því að horfa til eilífðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur, hann ætlar ekki að afmáða nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englanum. Og svo segir hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðin. Ég ætla að reyna að komast yfir Fíladelfíu hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins styttra hérna þessi hluti. Fíladelfía. Og rústir Fíladelfíu eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrklandi í dag. En það er erfitt að grafa upp það því það í miðri borg. Og Fíladelfía þýðir bróðurkærleikur, borg bróðurkærleikans. Og fékk þetta nafn vegna bróður konungs nokkur sem var vingjarnlegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróðurkærleika. Þetta mjög stutt tímabil, enda styttra tímabil í raun. Því þetta verið frá 1798 til 1844 aðeins. Og það segir þarna í versi 7 og 8 og engli safnaðarins í Fíladelfíu skalt og rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp svo enginn læsir og læsir svo enginn líkur upp. Ég þekki verkin þín, sjá ég hef látið dyr standa og opna fyrir þér sem enginn getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afneitað nafni mínu. Svo hér hver sem þessi lykill Davíð þá opnar hann hurð sem enginn getur lokað. Og hver þessi lykill Davíðs? Við sjáum það í Jesaja 22 og 23. Það spádómur Messías og það segir: og lykillinn af húsi Davíðs leggja herðum honum, þegar hann lýkur upp skal enginn læsa, þegar hann læsi skal enginn uppljúka, ég rek hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir hús föður míns. Þetta loforð Messías að hann myndi koma að vakt Davíðs og Davíðs lykill fyrirboðið að Messías myndi koma og opna forðabúr himinsins, svo getum öll eðlast eilíft líf. Og þegar Kristur, Messías, kemur og opnar dyr himinsins fyrir okkur,
þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Fíladelfíu kirkjan boðar hinn lifandi Krist, fagnarinn, boðar fréttirnar þessar opnu dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það á þessu tímabili sem spádómur Daníels 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844, að þá eru dyrnar inn í hið allra helgasta opnar og enginn getur lokað þeim. Það þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta og Jesús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jesús lambið sem dó og einnig presturinn sem lifir. Og það talað þetta starf Krists í Hebreabréfinu 7, skoðum það aðeins, að það talað Jesús sem lifandi Krist Jesú, sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað. Og við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7, 25 og 26. Þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slíks æðstaprest hefur við þörf sem heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðinn himnunum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jesús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Loka tíminn hafinn, rétt fyrir komu Krists og dyr himins eru opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefur það verið síðustu dagar. Svo Páll talar í síðara Tímóteusarbréfi 3:1 að á síðustum dögum munu koma örðugatíðir, en síðustu dagar ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekum við tími endalokana þegar að 2300 ára spádómur Daníels lýkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar, allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta eitthvað sem við gætum hugsanlega skoðað ef ég hef tækifæri til að fara með okkur yfir 11. kafla Ábyrnabókarinnar, þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það önnur hlið á þessu varðandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr himinsins eru opnar. Fagnaðarerindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáu hér í versi 9 og 10. Ég skal láta nokkra af samkundum Satans sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig, að því að þú hefur varveitt orðið þolgæði mitt, mun ég og varveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætur þér. Og við förum í Opinberunarbókina 18. kafla, rétt fyrir endurkomu Krists mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð og hann rópaði með sterkri röddu og sagði, fallin Babylónin mikla, Babylón táknar falska trú. Og svo segir hér að orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reiðivíni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drígðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar dríga sörlefnað, þetta fölsk eining. Sörlefnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Í sanna kirkja Guðs fær styrk sinn frá hennum sanna elskuga sínum, eiginmanni sínum, Jesú Kristi. En hér höfum við trúarkerfi sem háð konungum jarðarinnar og stjórnmálavöldunum og sameinast fjármálaöflum og stjórnmálaöflum þessa heims.
Svo segir þarna áfram og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og sérðu þetta er þrefalt samband, trúarlegt, pólitískt og efnahagslegt vald. Og svo segir áfram hér, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út með fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Þannig að margir sem tilheyra þessum föllnu trúarbröðum eru fólk Guðs. Og margt af fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlausu lífi bundið af pólitísku veraldlegu lífi samtímas. En Guð segir við fólk sitt, gangið út og verið með mér. Þetta er hluti af mínu fólki. Og það sem segir þarna í versi 9, ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gyðinga en er þetta ekki heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varvettir á reynslustundinni, sem segir frá svo í versi 10. Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslustundina, en Guð mun varveita þá sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, en að nýju Jerúsalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Taktu til þessu. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns. Stólpi sem ekki bifast, og við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilagði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum vegna jarðskjálfta. Fólki það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundu. Og hvað segir Jesús? Vertu trúr allt til dauða. Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, veru trú allt til dauða vegna þess að síðar meir verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerúsalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum af náttúru hamförum. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. En hvað lærum við af Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarændisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Því að Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnarændið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsi fyrir náð. Dyrnar af helgidómi himinsins eru opnar á tíma dómsins. Kristur er það bil tilbúin að koma. Og þess að dyr tækifæriðana eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldarhyggju okkar tíma. Þá er ég búinn að klára þessa 2 söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodíkea, er kannski umsvifamesti söfnuðurinn, því þetta er sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í 7. og síðasta söfnuðin, næsta hvíldardag. Og þannig að það fer allir tíminn í Laodíkea þá. Þannig að þannig lýk ég þessi dag, bara þakka ykkur fyrir.